Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 25. febrúar 2026 klukkan 16:48. Þetta 890. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Í dag hér einn varabæjarfulltrúi, Hjörtur Örn Arnarsson í forföllum Rúnars Braga Guðlaugssonar, bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks. Aðrir aðalbæjarfulltrúar eru hér í dag. Í upphafi tökum við fyrir óskum afbrigði frá boðaðri dagskrá, en fyrir liggur óskum að bæjarstjórn taki á dagskrá liðinn kosning í nefndir og ráð. Sá liður kemur þá á dagskrá sem mál númer 6. Og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja þessi afbrigði að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Og á dagskrá fundarins í dag eru þá alls 9 mál. Það eru 5 fundargerðir til staðfestingar, 1 almennt erindi og þá 3 fundargerðir til kynningar. Og við göngum þá til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá fundargerð 699. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 19. febrúar síðastliðinn og þar voru 11 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum hana þá til afgreiðslu við bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 699. fundar bæjarráðs sem rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða, takk fyrir. Þá það annað mál á dagskrá. Það fundargerð 8. fundar menningar, íþrótta og lýðheilsunefndar. Og nú tekst forseti ekki að kalla upp fundargerðina sjálfa, þannig ég er ekki með dagsetninguna á henni. En á dagskrá þess fundar, nú tregða hérna í netinu. Það voru 5 mál. 5 mál á dagskrá þess fundar, takk fyrir. Og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum hana til afgreiðslu. Og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 8. fundar menningar, íþrótta og lýðheilsunefndar sem rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum, takk fyrir. Þriðja mál á dagskrá fundargerð 38. fundar velferðarnefndar. Sá fundur fór fram 17. febrúar síðastliðinn og þar voru 6 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum fundargerðina til afgreiðslu og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 38. fundar velferðarnefndar rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum, takk fyrir. Fjórða mál á dagskrá fundargerð 450. fundar fræðslunefndar. Sá fundur fór fram 18. febrúar síðastliðinn. Þar voru 8 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar er komið hérna upp fyrir máli 4.2, frístundaheimili við Grunnskóla Mosfellsbæjar. Voru að vekja athygli bæjarfulltrúa á nýrri samþykkt fyrir frístundaheimili sem var samþykkt í fræðslunefnd á síðasta fundi og það voru talsvert síðan þessi samþykkt var tekin til skoðunar eða sem sagt þarna er að verða endurnýja
og enda hefur mjög mikið varðandi rekstrarumhverfi frístundaheimila breyst á þessum 9-10 árum sem að liðin eru og frístundaheimili bara spila ótrúlega ríkan þátt í við segja bara eiginlega bara heimilislífi fjölskyldna sem eiga börn á yngsta stigi leikskóla og þarna verið bara að hnykkja á hlutum varðandi til dæmis gæðaviðmið sem að ráðuneytið gaf út og svo líka verið að tiltaka þarna sumarfrístund og gera ráð fyrir styttingu vinnuvikunar og fleira svona sem hefur átt sér stað frá árinu 2015 síðan síðasta samþykkt fór í gegn. Þannig að ég vildi bara vekja athygli á þessu og í rauninni bara taka það fram í rauninni hvað mikilvægt að við séum svolítið up to date í samþykktunum okkar og reglunum og stjórnsýslunni. Bara skiptir máli en maður áttar sig kannski ekki alltaf á því hvað hlutirnir þróast hratt. Manni finnst það yfirleitt gerast hægt en þegar maður fær svona mál inn þá sér maður hvað í rauninni mikið að breytast á okkar tímum. Þannig að ég vildi bara vekja athygli á þessu. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Forseti, ætla að taka örstutt fundarhlé. Við höldum þá áfram þessum fundi bæjarstjórnar nr. 890. Við erum hér í 4. dagskrármáli, fundargerð 450. fundar fræðslunefndar og til umræðu núna hvað var þetta mál notur? Það var frístundaheimili við Grunnskóla Mosfellsbæjar. Eru fleiri sem óska til að taka til máls þann lið? Svo ekki, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóðs aðra liði fundargerðarinnar, svo við tökum hana til afgreiðslu. Ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 450. fundar fræðslunefndar Mosfellsbæjar að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá komið að 5. dagskrármáli sem fundargerð 15. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Sá fundur fór fram 20. febrúar og þar voru 15 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Anna Katrín, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem inn upp undir máli 5.2 sem var að stækkun og breytingar á Hlíðarvelli, aðallega deiliskipulagsbreyting sem satt í Austurhluta. Þarna mál sem sagt það sem var verið að leggja sem sagt tilætlanlega á vinnslustigi og þetta var lagt fram sem sagt til kynningar og opið fyrir athugasemdir. Mér langaði bara að nefna að það komu ansi margar athugasemdir við þetta mál sem kannski til marks það hvað þetta skiptir fólk miklu máli og fólk bara skiptir fólk máli að þarna sé rétt unnið á málunum. Það komu bæði umsagnir þarna bæði frá einstaklingum og eins frá félag- og hagsmunasamtökum og ég sé það í minnisblaði að það verið horft sérstaklega til að skoða aðra valkosti, skoða bara valkosti varðandi leigureiðleiða, meðal annars með það markmið að auka aðskilnað ólíkra notkunarforma og bæta öryggi. Þannig að ég bara bíð spennt eftir að sjá niðurstöðuna og svörin við þessum athugasemdum og vona bara að vera vel unnið úr þeim. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel.
Mér langar bara að segja að forseti og bæði fulltrúar að það hefur náttúrulega verið unnið vel og lengi að þessu máli og hagsmunaaðilar kallaðir ítrekkað að borðinu. Það er auðvitað bara alltaf mjög ánægjulegt að sjá að fólk lætur sig málin verða og sendir inn í rétta kanala þegar það hefur eitthvað að segja og ég efast ekkert það að þeir sem að vinna hér í skipulaginu og skipulagsnefnd taki vel á móti slíkum ábendingum og að þessi framkvæmd verði öllum til heilla. En þetta er auðvitað bara mjög mikilvægt þegar svona máli tekið til umræðu hér og bara út í feltinu að það sé farið rétt með, að umræðan líka í samfélaginu byggi ekki á einhverjum misskilningi. Ég til dæmis orðið vör við það að sumir virðast halda það að eigi að byggja annan 18 holu golfvöll á þessu svæði. Það stendur auðvitað ekki til, en það er þetta breyting sem að eins og við höfum rætt hér, hugmyndin kom til vegna öryggisráðstafana. Þannig ég hef enga trú að öðru en að við náum að lenda í þannig að við búum ekki til áhættu fyrir einhverja aðra hópa en til stóð að leysa í upphafi. Þannig að ég bara tek undir það og spennt að sjá hvernig þessu máli vindur fram. Takk fyrir bæði fulltrúi fleiri sem óskuðu að taka það mál sem þennan lið. Svo er ekki fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Ekki eru fleiri sem kveður sér hljóðs þá fundargerð. Við tökum hana til afgreiðslu. Ég bið bæði fulltrúa sem samþykkja fundargerð 15. fundar skipulags- og umhverfisnefndar sem er rétt bönd. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá erum við komin að 7. dagskrármáli sem er máli sem var tekið hér á dagskrá með afbrigðum í upphafi fundar, kosning í nefndir og ráð. Og það er sem sagt ósk frá FAMOS, félag aldraðra í Mosfellsbæ, að gera breytingar á skipan fulltrúa þeirra í öldungaráði og fyrir fundinum liggur í gögnum svo tillaga með þeim fulltrúum sem þar er lagt til að taki sæti og forseti ber þá tillögu eins og hún liggur fyrir upp til afgreiðslu. Eða er einhverjar aðrar tillögur öllu heldur? Svo er ekki og þá teljast þau réttkjörin samkvæmt fyrirliggjandi tillögu. Þá höfum við lokið afgreiðslu þeirra mála sem þess krefjast á fundinum. Við komum að fundargerðin til kynningar og þá er næst 7. mál á dagskrá sem er fundargerð 143. fundar skipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur fór fram 13. febrúar síðastliðinn og þar voru 5 mál á dagskrá. Fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. 8. dagskrármál er fundargerð 623. fundar stjórnarsamtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sá fundur fór fram 16. febrúar síðastliðinn og þar voru 5 mál á dagskrá. Fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. Og þá er það 9. dagskrármál sem er fundargerð 434. fundar samstarfsnefndar skíðasvæðanna. Sá fundur fór fram 18. febrúar síðastliðinn og þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram.
Ekki eru þó fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 11. mars næstkomandi klukkan 16:30. Til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi slitið klukkan 17:03.